Góðan daginn. Góðan daginn. Skál í geturkafi. Skál. Við erum að ná kaffi. Já. Finnst þú ert aðeins hérna út? Á ég að færa myndavélina eða? Nei, við erum ekki miðjusettar. Við erum ekki miðjusettar. Svona. Já. Hvað segir þið gott? Við segjum allt gott. Já. Við erum svona aðeins að jafna okkur. Já, eftir hérna Garnival. Þetta var svá. En vá hvað það var flott sett upp og vel gert. Það eru náttúrulega snillingastelpunar í Garnival. Já, heldur betur. Og það sem ég fannst standa upp úr, af því litla sem ég sá, því að það var svo brjálæði að Það var brjálæði að gera. Er metnaðurinn í básunum. Af því að það var ekki kerfi. Já, það fannst mér rosalega skemmtilegt að sjá hvað allir voru búin að vanda sig að gera sko innréttingar og uppsetningar. En fólk var líka, flestir þeir sem voru með, þeir voru ekki að koma langt að, eins og við. Nei. En Guðs lof fyrir Sunnu Maríu, Lindu Björk og Ásthildi. Við hefum ekki getað gert þetta án eitthvað, bara Ekki sjans. Þetta var crazy. Já. Þetta var ekki alveg svona eins og við viljum hafa afgreiðsluna. Nei, okkur langaði að tala meira við okkar kuna og eiga meiri samskipti. En það var bara ekki tími. Nei. Fólk náttúrulega, já, þetta var eiginlega bara crazy 5 klukkutímar og takk fyrir að versla við okkur. Já. Það gerði þessi virði. Já. En þetta tók á. Við þurftum að pröfa þetta. Jep. Herðu, erum við í stíl í dag? Herðu, við erum, ég var að standa þessu upp. Já. Við náttúrulega endum eins. Já. En svo við keyptum þetta gatn út í Farnham. Og hún sagði við okkur, það var sérst peysa á gínunni. Já. Eftir Andreu Mári. Já, heitir Brún. Ég myndi það. Já. Ok, og hún sagði bara 3 dokkur sem fari í þetta. Við náttúrulega, en keyptum náttúrulega syngvöld litin á öllu. Já. Peysan var ein lit sem við sáum. Já. Svein átti reyndar hugmyndina. Snöddi Sveina. Já, mér langaði að feita hana. Já. Af því að ég held Andrea Mári er svo sem kom feit á Á kortið. Já, þegar hún gátt sjálfið sitt, Find My Fate, minni með það heitir. Já. Það var allt crazy. Já. Og eftir það komið alveg bara fullt af svona feit. Þetta svo skemmtilegt. Þetta mjög gaman. Af því það svo margir sem kaupa sér eina dokku þessu og eina þessu. Þannig að duga kannski ekki heila flík, en það er þetta að gera alls konar svona. Svo líka það sem ég hef líka stundu gert þegar ég er að feita svona, að vera þá kannski með fylgiþráð, það sem sami fylgiþráðurinn gengur í gegnum allt. Peysur sem eru góðar hugmyndir fyrir þetta er nýja peysan hennar, gollan hennar Lindu til dæmis. Ekki spurning. Og svo er það jökla hennar Sunnu Maríu, meðal annars. Já. Hvernig þetta með meiri í hug? Ég bara pínu heila dög. Ekki alvörunni, sko. Nei, sko. Allar bara basic uppskriftir þar sem er svona seamless. Já. Myndi ég að segja. Já. Seamless. Reyndar er náttúrulega líka hægt að nota þetta í allar peysunar Eddu Lilju, vegna þess að þær eru með munstri og það bara næsta litur. Já. En við erum svo ástfangnar af þessu garni. Já. Að það var bara panikpantað. Grunnur til þess að lita. Já. Sýndu nú. Sko. Og ég náttúrulega notaði bara mína lit hjá þetta. Ég fór ekki að reyna að apefta þessu. Nei. Þó að þetta sé nú mjög nálægt þínu litum. Já. Þess vegna var ég hrifin að þessu. Ég veit það. Þannig að hérna er hún Stína. Það er svo langt síðan að ég hef litað Stínu. En svo fallegur. Það er nefnilega þær systur, Lilja og Stína. Þetta eru mamma og systurinnar. Já. En Lilja kom eiginlega bara út eins og skófir á þessum grunni. Og þá koma allir litir öðruvísi út á þessum grunni af því að þetta er alveg tæplega 50% bómull. Nei, og þessu grána prjónursu. Já. Holy moly, sko. Hér gæti verið feit. Já. Til dæmis. Til dæmis. Eða. Hvað er með hérna? Eitthvað í þessu? Já, líka. Já. Þannig að það verður litað meira af þessu. Það er enda lítið eftir. Þetta fór mjög vel á Garnival og sumi litir eru búnir bara alveg. Já, og Sunna María, hún er búin að hanna peysu sem heitir Ríma og er í pröfuprjóni sem er úr þessu,
en margir gardmöguleikar hérna sem hægt að nota. Ég að fara að pröfa prjónuna og ég ætla að nota resi og handlita móher frá Sveinu. Ég mjög spennt að sjá. Já, ég líka. Ég mjög spennt. Já. Þannig að, við höfum aldrei litað svona mikið eins og við lituðum fyrir Garnival. Nei. Okkur fannst einhvern veginn, af því að þetta pínu svona handlitarahátíð, Já. Að þá vildum við mæta með vel að handlitiðu. Já. En það náttúrulega sem seldist mest af var í peysunan Lindu. Já, algjörlega. Björk, af því hún var náttúrulega bara að koma út fyrir Garnival. Og bara sjúklega klassísk og þægileg fyrir konur sem rosa leit. Já. Ég hefði náttúrulega getað sýnt hana líka, en hún bara á gínu út í glugga. Á ég ekki að ná í hana bara? Ég næ í hana. Ok, náðu í hana. Já. Ég get farið í hana. Já. Utan yfir þessa? Nei, ekki utan yfir þessa. Heitir og Sveina. Það gott ég í brjóstaldra maður. Já, það meira sem þarf að sýna hérna. Já, var ég ekki búin að sýna það? Nei, og ég ekki viss ég hafi sýnt heldur þetta hérna klár sem ég... Nei. Það svo langt sem við vlogguðum síðast. Já, það alveg rétt. Æ, heyrðu, í þessu. Sjástu það? Já, ég sá það. Já. Það hristist allt hérna. Já. Og það bara bossin og Írisi. Litli sæti rassi. Já. Svona. Það eins og alltaf, bara allt eðlilegt í þessu vloggi hérna. Já. Og þetta verður ekki editað. Nei. Það verður ekki klift. Nei. Nei, sko, sjáðu hvað hún sætt. Hún geggjuð. Já. Og ég á náttúrulega. Ég á svo geggjaða buxur sem passa. Já, og mögulega kjóla líka. Ég á fullt sem passa við þetta, sko. Og armband og hring og... Já. Það mun eitthvað passa við þetta. Já. Sko, kosturum við að þekka sína litapaletti svolítið vel. En hún samt alveg pínu... Já, ég bara eins og Vogin, ég bara alveg skitsó bara. Já. Það passar allt saman, segja. Já. Nokkuð. Ef það passar ekki saman, þá það ekki gott á mér. Herðu, en í þessari... Resi. Resi. Hvað resi? Ertu með resi hjá þér? Nei. Náður ekki resi? Nei. Erum við búin að sýna resi? Við erum búin að sýna resi, sko. En við erum ekki búin að sýna hitt frá Ídi Angola? Nei. En það í þessu resi og handlitar fylgiþráður sem við litum. Já. Við. Og já, ég get ekki litað ef Íris hjálpaði mér ekki. Og það eru 1200 metrar í þeirri dokku, þannig að það þarf bara eina sem fylgitráð. Já, fyrir allar stærðir. Fyrir allar stærðir. Þetta svo fínt. Já. Sko, þú nefnilega með fleiri klár heldur en hún hélst. Já. Það eru Aldís okkar pröfuprjónaði fyrir mig Ungur Eyjafjörður og hún gerði þennan, Sæba, lit. Og hver ætli hafi gert þennan? Heyrðu, hún Sveina gerði sér þennan. Já. Og ég setja þennan þá. Sko, það nefnilega smá konsept hérna sem við föttuðum. Að því að sko, báðar starfstúlkunar okkar eru skátar. Og eitt sinn skáti ávallt skáti, nei, ég var ekki skáti. Nei, ekki heldur. Ég hef verið rekin skáti. Já, ég bara skáti í lífinu. Já. Já. Nákvæmlega. Það er bara ekki smart. Já. Uppskriftin af Ungur Eyjafjörði sjálinu komin inn á Ravelry. Svo eru sumar að, mér finnst samt eins og ég hef gert þetta áður en ég ætlast að gera þetta aftur. Já. Það eru sumar að vinna með þetta. Það svolítið núna trendið í sko við erum náttúrulega pínu eins og fjósakonur. Ertu búin að mjólka í dag, Guðríð mín? Hæ? Ertu búin að mjólka? Hún ennþá með júgubólgu, hún frón? Það sem skemmtilegt við Ungur Eyjafjörði sjalið að það byrjað í miðjunni og það prjónað hring. Það þarf ekkert að prjóna fram og tilbaka. Nei. Þannig að það þess vegna hægt að nota þetta sem teppi. Eða dúk. Já, eða ungbarnateppi eða dúk. Oh my god, hversu fancy. Já. Í bara Ungur Eyjafjörði peysunni sinni með barni í vagninum. Já. Með Ungur Eyjafjörði teppið. Já. Herri, þetta hugmynd. Já. Okay. I know. Alltaf hugmyndir. Ég veit það. Það ekkert nema. Herru, hvað það sem? Heyrðu, margir sem að prjóna eftir dönskum uppskriftum og þá rosalega oft sagt laski nr. 1, laski nr. 2 og laski nr. 3. Jep. Ég ætla aðeins að sýna ykkur eitt, en ég ekki vissum að margir vita þessu. Nei.
Mood er að framleiða svolítið skemmtileg merki. Þetta getur bara hengt inn í töskuna þína eða hvað sem vilt. Og þar er númerað, lítil merki hérna með númeri frá 1 upp í held í 10. Já. Mjög sniðugt. Þetta er sjúklega sniðugt. Já, það er rosa fallið. Og þessi eru á, minni með 3 og 5 eitthvað. Ætlaðu þið ekki að hafa einhverja múta páskana? Jú, maður má spá við því. Já. Hvort að fólk sé ekki peppa fyrir því að fá sér eitthvað sætt fyrir páskana. Já. Eigum við að henda því inn á Instagramið og eftir? Já, ég held það. Er þið til í mútdaga? Sýna hvað við eigum, setja smá tilboð kannski, svona páskatilboð. Já. Ég held að það væri, að því við eigum góðan laga núna. Það er ekkert svo margir sem vita að við erum með þetta. Nei. Þannig að, já. Gerum það. Skál fyrir því. Skál fyrir góðum hugmyndum. Já, svo við fórum ekki bara á Garnival, við fórum náttúrulega með 41 konu með okkur til Farnham. Jesús, það var svo gaman. Dásamlega ferð. Farnham er bara eina mínum uppáhalds. Það átti að rigna allan tíman, en það rigndi bara í einn dag. Já. Það er bara alltaf svona. Ég veit það. Sólin. Já. Og við hittum 2 af nýjustu byrgjónum okkar þar og þessa hittum við í fyrra líka, en það var bara búið að vera svolítið langur aðdragandi að því að við tækjum inn frá henni. Og líka það að hún var ekki búin að græja hvernig hún getur sendt á milli landa. Nei, já. Og þannig að við komum bara og sóttum. Já. Fyrst. En vegna þess að þetta er svolítið erfitt að fá svona einstaklega fallegar, handgerðar tölur. Já. Sjáu þetta? Það eru svo skemmtilegar. Ég náttúrulega valdi bara grænar, það er til í alls konar litum. Og það er líka spurning hvort við ættum ekki að fá hana Hildi Dóri okkar, Hildur, að koma svo netið. Já. Ég held að það væri... Og þetta er allt einstakt, þannig að það er engin beint eins. Nei, þannig að svo fallegar. Og svo, ég er svo snarspennt fyrir þessum, svo ég vitni nú eina Lilju, að þetta er fyrirtæki sem heitir Yarn Food og þeir eru með sápur sem þarf ekki að skóla úr, þannig að þetta er svona eins og næring og í þessu er náttúrulega lanolín fyrir ullina, en svo eru þeir líka með fyrir bómull og þeir eru með sérstak svona sakkasápu, en við erum bara konar með þessa því að þeir voru pínu lens, en við náttúrulega sjálfsögum munum. Af því við sóttum þetta líka. Af því að okkur langaði svo bara, þú veist, koma með smá sýnishorn heim. Það er búið að prófa þetta. Og þetta er brill. Og það er svo mælt með þessu. Já. Þetta er svo sniðugt. Þetta er, til dæmis, þú átt peysu og við eigum ekkert alltaf að vera að þvo peysunar okkar. Stundum langar þið aðeins að fríska upp á þær og þá er þetta svona blocking spray og þá Sú sem að, ein þeirra sem var búin að prófa þetta, hún bara prjónaði peysu og hún blokkeraði hana bara með þessu. Hún sett hana ekkert í þvottavél og hún sagði að þetta var algjörlega frábært. Og hún sagði að þetta er alveg brilljant eða til þess með barnafötu. Æ, geggjað. Og svo, ef þú vantar fleiri upplýsingar, þá eru þið með svona, QR-kóða. En þessi til dæmis litla sápa hún dugar í 20 þvotta. Örugglega meira, ég nota aldrei eins mikið Það er alltaf stungið upp á 4 pumpum en ég 2 alveg nóg. Já, hérna sagt sko 3 pumpur. Já. Og ég myndi setja eina. Ég setja eina ef ég er með eina flík. Já. Ekki spurning. En þú veist, maður myndi bara pröfa sig áfram með það. Já. Og það má setja þetta í þvottavélina en þá þarf meira. Já. Þannig að ég hugsa að ég myndi bara eiga þetta fyrir handþvottinn. Já. Og þó að ég segi að ég setji alltaf í vél, en ef ég er að gera bara eitthvað lítið, vettlingahúfur, lítið sjal og eitthvað svona, þá setja ég það bara í vaskaninn á baði. Þannig að við erum rosa ánægðar með mjög. Fyrir það hvað þetta er fallegt, þetta má alveg vera uppi við eins og sumir segja. Ég veit að það er alveg að vera í blocking sprayinu. Þetta á líka eftir að koma á netið. Við þurfum að taka okkur takk. En sko, ég veit ekki hvort að fólk gerir sig grein fyrir því hversu biluð vinna þessi netfæslun er. Þetta er, sko, og þess vegna er rosalega gott að heyra þegar fólk segir, heyrðu, þetta er ekki inn á netinu af því að
alltaf þegar eitthvað er sett inn, þá þarf að skoða vefverslunina í leiðina því það vill stundum detta út þegar nýja vörur settar inn og þetta er mikil vinna að fylgjast með þessu. Já. Þannig að stundum vill þetta falla milli skips og svo er þetta svo skrítið eins og Hildur Dorothea var að setja inn núna fyrir okkur Alternate for Olive, nýju sendinguna og ég man að ég fór inn á netið til að skoða þetta og þá hefðu allir haldist inni nema einn. Já, einmitt og þú bara kíkir en þú þarft að grandskoða. Já. Þannig að það er svona, þannig að það er einmitt. Ekki uppáhalds. Við eigum náttúrulega frábæra kuna sem láta okkur stundu vita. Að bara, heyrðu, veistu að þetta er ekki inni á netsíðunni núna? Við erum mjög þakkláttar. Já, það er bara, það er hugsað okkur. Sáðu eitthvað fleira skemmtilegt að fann hann? Alveg helling, eins og alltaf. Já. Sko, ef maður á mohair, kasmír, eða svona fluffy alpaka og þá náttúrulega vill alltaf koma smá svona hnökur eða þannig sem er eðlilegt þá notar maður bara svona kasmírgreiðu þessi frá Postel sem við kaupum að þeim Drangey Studio Sauðárkróki sem eru sama á rendur dúlumúsir króknum herðu og þó við séum að taka inn þessa sápur, við ætlum ekki að hætta með eins og sítrónusápuna þetta frá Postel. Þetta er bara, við erum bara að bæta við. Það finnst okkur skemmtilega. Og ef þú ert að reka verslun eitthvað svoleiðis og langar til að bjóða upp á þetta, þá hafa við samband við okkur. Dreifingaraðili á Íslandi. Heilsöluaðili. Dreifingaraðili á Íslandi. En ok, ná að bulli. Á ég að byrja á klárunum mínu? Já, þetta voru bara 3 hjá mér eða eitthvað svoleiðis. Ég hélt ég var ekki með neitt. Já, en það er lengi af því að við voru öll niður í búð. Já. Herru, ég kláraði líka eina svona. Svo kláraði ég pröfuprjón fyrir hann. Ég er eitthvað massa pröfuprjón. Þú ert bara on fire. Þú ert að standa því í pröfuprjónu. Herru, ég ákvaði pröfuprjóna fyrir hana Eddu Lilju. Já, Eddu Lilju, djók. Og málið gatni sem átti að vera að gefa upp í var bara ekki til og svo voru þau að uppfæra síðuna hjá sér BC-gat og Brísa bara, við gátum ekki keypt það þannig ég sem var, ok, ég nota eitthvað annað það er komið núna en ég gerði þetta úr Promise frá Lang og hún er geggjuð, þetta er sérst Chunky, hún heitir Hrabbi Cozy held ég ok, já vinnu heiti var Chunky Mér finnst Chunky alltaf svolítið skemmtilegt, það minnir mig á svona Fade on Cut. Já. En hún er æði. Það var svo gaman að prjóna hana. Ég er náttúrulega bara búin að, ekki bara, ég er búin að gera hina Hrabbi. Já, og ástæðan fyrir, sko, ég var eiginlega að sýna. Ég valdi þessa liti. Það er svo gaman að sjá munin. Það er svo gaman að sjá, sko. Alpaka, þetta er sérst fína útgáfa. Já. Og svo grófa hérna. Svona systur. Þetta eru systurpeysur. Já. Ein Chunky og hinn ekki svo Chunky. Já, heyrðu. Svo, að þú varst að tala Sunnu. Já. Þá pröfuprjónaði tvennt fyrir hana. Já, þú pröfuprjónaði báða klútan hennar. Já, örk sjalið. Og ég elska svona crescent shapeið sjöl af því að það kemur svo fallegt kemur svo fallegt dreip þegar maður dreip í endan á. Já. Þetta var gert úr Lang-Glamour fyrir þá sem að þola pínu. Já. Svo gerði ég örk trefilinn. Shit, hvað gáðan að prjóna hann. Svona í ljósið þess að allir eru að prjóna Sofískar. Þetta er 300.000 sinnum skemmtilegra. Já, það er eitthvað að gerast. Já, það er æði. Ég notaði nú plöturlópa og alpaka. Já, af því að þú þurftir að ná réttu lit. Já, en lópin er svolítið skemmt því leitum til. Hann klæðir þegar þú situr á náði, svo leður hittnar. Já. Þá finnst mér. Já. Við náttúrulega þolum bara öllina íslensku. En allt, eins og hún Sunna segir, bara þú velur bara prjónastærnina sem þú vilt nota og garnir sem þú vilt nota og svo bara gera hann eins stóran eða lítinn og þú vilt. Já. Og það er svo skemmtilegt. Bara geggjað. Þetta er mjög skemmtilega svona míniverkefni. Já. Svo held ég... Þú varst ekki búin að sýna þessana? Nei, held nefnilega ekki. Þannig að þegar við tókum inn Fliffy, þá ákvað ég að prjóna mér brúna jakkapeysu og þetta er frá henni Kaitri og heitir Home Cardigan. Já, hann æði.
og hún er algjört æði. Það ég eftir að velja tölur í einhver rosa vóg núna, ég get ekki valið tölur. Nei, en það er einhver tölur. Já, en þær koma. Já. Það þurfa nefnilega að vera léttar, af því að efnið er svo létt. Já. Þessar til dæmis eru í svona þyngra lagi fyrir þessa. Já. Prjónaði þetta á 6, þannig hún er svona aðeins pínugísin. Já, hún er geggjuð. Og þetta gafn er svo skemmtilegt í margt. Já. Fluffy. Frá Fluffy. Luxgarn. Já. Við þurfum að bæta okkur í litunum þar og svona. Vantar þessa brúnu svolítið og hvíta. Herri, svo kláraði loksins á manni minn hérna úr Heavy Merino og Kashmir. Hann fekk næstu áfallega að vissi hvað kostaði í peysuna. En já, hann er allt gott skilið. Hann er... Og núna er worth it. Já, núna er viðbeinsbrotin, hann getur ekki máta, þannig ég er ekkert að flýta mér að ganga frá endunum. Þetta er Lighthouse Keeper, uppskrift frá Drops, hérna, Gard Studio. Já. Sem að pottið hún Hugrún okkar hefur þýtt. Já. Hún er æðisleg og... Veistu hvað ég var að fatta? Hún geggjuð. Nei, fyrirgeðu, kláraði þetta. Já, ég bara láta horfa á mig hérna. Já. Do it. Já. Hvað varstu að fatta? Sko, þegar ég hef hort á vídjón okkar tilbaka og tekið eftir ég er alltaf svona. Þetta með tvískipt gleru. Það var að því að tvískiptu gleraugun þá næ ég ekki að, en þannig að ég þarf bara að vera með lesgleraugun. Já. Það er best. Þannig að núna ætla að aðtöða hvort að ég ná að hætta þessu, gera alltaf svona. Ég held að þú verður bara, þú veist, að passa að það segist ekki undirhaka eða eitthvað, það er ekki. Nei, það var ekki það. Svo alltaf hérna þegar maður tekur mynd. Er það þess vegna sem þær eru alltaf... Já. Já, ok. All right. Verkefni í vinnslu. Já. Þú byrjaði. Já, ég ætla að byrja. Okay. Sko, ég var að koma erlendis frá af það fyrirskið og ég tók öll verkefnin með mér nema eitt af því ég er ekki ennþá búin að ákveða hvort ég reykja það upp eða ekki. Nei, nákvæmlega. Þannig að, og ég var on fire með þetta verkefni. Þetta verður sturla falleg peysa. Þetta er bara ekki hægt. Ég nefnilega gerði svona ungfrú Eyjafjörður sjal handa frænku minni daginn og ég bara fjall svo fyrir þessari litasamsetningu. Þessi nýji litur frá Knitting for Olive hérna, hann er bara eitthvað annað. Hann er eitthvað annað. Þetta er bara, hann er svo sjúklega fallega græn. En sko, Knitting for Olive hérna fattaði að þetta væri eitthvað góð litur. Þetta er Vaja. Lang er líka búin að fatta það. Og já, þessi reyndar aðeins dekkri. En sama sko. Já, þetta er hérna Pride, hérna. Hör og viskós og bómull. En svo var ég náttúrulega að nýta afgangana mína á móherinu en ég varð strand úti. Ég náði í sko Knitting for Olive móherið, svo var ég hérna með Ídó móher, fann ekki rétt að lit og var búin að setja einhvern annan en hann går reyndi. Já, þannig að en þessi verður kláru núna. Já. Svo er ég með, ég er að prjóna fyrir dóttur mína svo hún getur gefið vinkonu sinni sem er ófrísk. Þetta er svo fallegt. Já, og ég er að gera þennan typiska hérna Selma sofidrakt. Þetta er held í krútlegasti galli sín sér. Já, og ég eftir að sauma þetta saman og það er svo sniðugt að það brettist svona upp á. En svo er líka hægt að hafa það opið og þá endist það aðeins lengur. Þetta er enda galli sem að vex svolítið með þig. Hann gerir það, út af af því að hérna garðaprjóni tegist svolítið. Og garnið sátt með í þessu. Þetta er geggjað. Þetta er geggjað. Ég er ógeðslega ánægð með þetta. Og þetta til hans myndi passa í peysunni hérna Björkgóluna. Já. Þetta myndi passa í hérna margar af peysunum hennar hérna Sunnu Maríu. Og við eigum sko, hvað margir litir? Það veru 14, 20 Við erum örugglega með cirka 20 pluss liti núna. Já. Og svo gaman að prjóna úr þessu. Ég er að prjóna vest úr þessu núna, meðal annars. En sko, þetta kostar alveg 1650 krónur, en þú getur prjónað þetta frá svona 4 til 5 og það eru 155 metrar á þessu. Og þetta eru 26% alpakka, 66% merino og 8% polyamid. Það er svona smá þráður sem heldur þessu saman. Og þetta er bara... Þetta er bara geggjað að prjóna úr þessu. Ég meina, þú veist, hann er prjónaður á 4, þannig að þetta er alveg svolítið þétt og hérna, og gott efni. Já. Svo náttúrulega fer eftir prjónfestu hjá fólki, sjáu þið til. Já, ég er að gera minnsta gallan, já bara ermarnar eftir
og þetta er dokka 4 sem ég er ekki byrjað á. Já. Ok. Þannig að það þarf 4 Í gala. í minnsta gala. Og sennilega stærðina fyrir Já, ofan. ég held það. Ég er að gera vesti XL og það fara 5 í það. Já, þetta er bara dásamlegt garn og þetta er allt komið inn á vefsíðuna. Við vorum í smá brasi með þetta en þetta er komið inn. Svo er ég að klára þessa. Þetta er svo fallegur litur. Já, þetta er Hanna eftir Petite Knit. Þessi kragi er svo skemmtileg. Hún er svo skemmtileg. Þetta er svona hátt V-neck og ég er hérna á fyrri erminni. Eða sæti? Já, og þessi verður kláruð vonandi helgina. Já. Svo heppin að vera ekki of hávaksin. Þú veit það þarf þetta ekki að vera of seitt. Og garnið sem ég er að nota keypti ég þegar við fórum til Skotlands á garnfestival. Alveg rétt. Og svo pantaðirðu meira því að... Já, ég ætlaði að nota þetta sem fylgiþráð og keypti 2 dokkur af því að voru alveg 650 metrar á dokkunni. Svo langaði mig bara að nota þetta tvöfalt í peysu og hérna, af því að mér fannst svo geggjuð áferðin og ég tímdi ekki að fara að setja eitthvað fylgiþráð með. Og líka bara liturinn, hann er einstakur. Já, þannig að ég pantaði 2 viðbót. Við gerum stund svoleiðis. Já. Já, af því mér langar alltaf að prófa eitthvað nýtt og oftar en ekki endar það síðan í búðinni því að þá erum við búin að kynnast einhverju geggjuðu. Já. Og svo er ég með eitt enn á prjónunum. Ég reyndar strandaði aðeins í því af því að hérna ég hafði ekki fitjað upp á réttan lykkjufelda þannig að það stefndi ekki því ég var að byrja mynstrið. Er þetta tulip skirt? Þetta er tulip skirt eftir Sillu okkar og hérna af því að hún á tulip ból og ég á hann. Þannig að ég er að gera pilsið og ég þarf bara að bakka aðeins og laga smá lykkjufeldan og svo verð ég komin on fire. Já. Þetta er það sem ég er með á prjónunum, punktur. Og ég prjónaði í þessu öllu meðan ég var úti. Það var ekki alveg svona hjá mér. Það er ok. Já. Are we ready? Yes. Ég elska Þú þarft að fara að fá þér hérna framlíkinguna. Já. Sjáu þetta. Það eru 19 hólf í þessu. Ég er með svo mikið að þykkum prjónum sko. En þú veist, þetta er samt alveg. Já. Herri, ok, það sem ég er að gera ég er að gera hérna Hilló heitir hún, úr hérna Tugu bókinni. Þetta er bók sem við keyptum bara eitt eintaka frá Læni af því okkur langaði í hana. Já. En svo pöntum við fleiri af því að hún var svo falleg. Hún bara, sko, þessi bók er æðisleg og ógeðslega gaman prjónda. Þetta er úr Brísa, garninn okkar, sem að hérna er líka í peysunni hennar Eddu Lilju, hérna Hrafí. Þetta er bómull og alpaka og það er sjúklega mjúkt. Já, þetta er náttúrulega sturla. Þetta er æði. Og ég er svo spennt að klára hana. Já. Herðu, alright. Síðan er ég að prjóna. Fyrir hana Sillu. Heyrðu! Sveiða! Já, við erum með fleiri klár. Oh my goodness me. Já. Af því við erum að pröfuprófa fyrir Sillu. Já. Valentínus. Nei, sko, þetta verður svo falleg peysa. Já. Og hún ætlar að gefa hana út þannig að þú getur valið hvort þú gerir hjörtu eða blóm í munstri. Já, og ég notaði svolítið svona low contrast eins og ég gerir nú stundum og ég er að nota hérna alpakka paljettu þráð sem við handleitum hérna. Búp. Svo fallegt. Og það er rétt stirnir á. Já, alveg bara. En sjáu þið, Svo, þessi er aðeins mikið kontrast. Og hún er svo geggjuð. Hérna, ég notaði bara gatt sjátti heima, plus frá Fanneyju. Notaði það bara tvöfalt þess að ná prjónfestinni. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er styrla. Ég mæli með því. En þessi litur frá Fanneyju, hann er svo skemmtilegur. Hann er svo skemmtilegur. Það geggjaður. Þannig að þessi fer nú örugglega að koma út hvað hverju, þannig að það stemmir allt hjá hann í Silminni. Já, eins og gerir alltaf. Svo er ég með... Ég var með 4 klár án svo ég myndi það. Já, nefnilega. Svo var ég að fitja upp á vesti úr hérna... Resi? Merino alpaka. Já. Og þetta prjónast svo fallega. Þú veist, ég er að prjóna fram og tilbaka, krakkar. Ég er að sjá þetta. Já. Þetta er bara gorgeous. Þetta er geggjað.
Mjög spennt. Þetta heitir Barcelona vesti já. og ég bara með svona löngu vaffalsmáli Já. í stuttermabóli og Já, svo. það verður flott í sumar. Já. Það nefnilega, vesti að koma inn alveg bara Já. í hrönnum núna. Ó já. Það er einmitt í nýju bókinni hana 52 Weeks of Sweaters. Já, það er fullt Það af er fullt af vestum, það er mjög skemmtilega. Ég verði eiginlega að sýna ykkur blöndunni sem ég ætla að gera hérna pröfuprjóna úr hérna. Fyrir Sveinu Maríu. Sko, Sveina litaði Tilbrigði. lit einu sinni sem að heitir núna tilbrigði Já, og þetta er bara með því fallega sem ég sé. já, hann er svo Ó, fallegur. herru, passa við sem ég er í. Já, Sjáu þetta. hann er svo fallegur. Oh. Og ég ætla að nota hann með þessum resi hérna. Mhm. Æ, það er smá blátt hérna efst. Ég var að gera pröfur. Nei, þetta verður... Þetta verður svo Geggjað. fallegt. Oh. Já. Það er svo gaman að gera eitthvað svona og sjá eitthvað verða til. Það er eitt í viðbót. Ég meina, það er langt síðan við komið inn, þannig að það er bara fullt að sína. Hérna, þessi er búin að vera aðeins og hold, en samt, þetta er hérna Já. París skört. Sitt hvað verður Já. flott. Og þetta er hérna bara allt úr einhverju sem ég á heima, Já. sem er afgangur af einhverju öðru sem ég hef gert. Sko, þú gæti lánað mér þetta pils. Ég veit það. Þú gæti verið í þessu. Ég gæti verið í Já. þetta, ég gæti báða verið í þessu. Ekki einu samt. Nei. Nei. Þetta er styrla. Já, ég held að þetta verið geggjað. En eins og Edda Lilja var að gera sér aðra rjómablíði núna. Já. Ég held svona lúmst að hún hljóta að vera að gera hana handa mér. Mér sýndist það. Hún er bara í svona grænum litum. Já. Sko, ég gerði mér rjómblíku. Og hún er svo geggjuð. Og Þetta er svo fullkomið afganga prjóna verkefni, stelpur. Ég ætla bara að segja ykkur að það er búið að bjóða í þessa peysu. Já, Hún er styrlu. Æði. Já, og mjög gána prjóna. ég þarf að gera mér rjómablíði. Já. Mér langar að gera aðra í bláum tónum. Já, Gæti átt einhver áganga. já, mögulega. Hún er svo geggjuð. Já. Heyrðu, þá er allt sem stelpurnar með á prjónanum. Já. Sko, ég er enda með eina í viðbót, en ég bara nafna mín. Já, hún En Íris. hún er bara, þú veist, ég ákvaði ekkert hvenær ég ætla að klára hana Nei. og ég þarf að skipta lítið hans að reykja upp. Já, Og hérna, það verður bara ég veit það. senda tíma vandamál. Já. Það ég er líka með enn eitt í viðbót af prjónunum, þannig ég er með 5 af prjónunum, en ég ég er ekki viss með hana lengur, sko. Ég á alvinskleru og þú. Já. Já. Þessi eru ansi góð, þau eru ansi góð þessi. Þannig að, en öll hinn eru aktív. Við erum aðeins búin að fara yfir nýtt í búðinu, en ekki þetta. Þetta er svo fallegt. Hafdís, nei hérna, Dídí, hún heitir Hafdís. Já. Þú baðst þetta gatt Hérna, og við tókum það inn. komdu að segja. Komdu að sækja til í mörgu litum. Þetta er sérst sokkagatt frá Shepjas. Þetta er algjör, litirnir eru æðislegir. Já, og hún var búin að hæla þessu svo mikið Já. og við bara tristum kúnunum okkar. Já, Þannig að hérna, þetta eru alveg konur. alveg konur, það vita hvað er að tala um. Þannig að við tókum þetta inn. Heyrðu, Sveina, þú erum búin að lita aðeins meira. Já, sko, ég var búin að liggja svolítið lengi með að ég oft því er að panta inn, Þá pöndu stundum eitthvað aðeins meira. þegar við vorum að panta grunna til að lita, bara, mig langar að pröfa að lita þetta, mig langar að pröfa að lita þetta. Þannig að við áttum smá af, afsakið, chunky hérna baby suri. Þetta er sko 90% baby suri, alpaka og 10% silki. Og það er hægt að prjóna þetta á svona 6 til 8. Já. Og þetta er geggjað í svona, hérna, chunky, eða svona sem eru samt léttar. Já. peysur. Og við áttum líka chunky mohair og það er bara sama. Og 6 til 8. Já. Ish. Það væri svolítið skemmtilegt í svona, hérna, maður prjóna þetta á kannski 4 Mhm. og gera svona húu með uppábroti sem er svona, Já. það sé svona. Gekkja. Gyrnó. Svo, af því að við erum pínu sjálfhverfa stundum, Já, þá, bara stund. það var svo fyndið. Á High-Tea'inu út í Farnham. Já. Og við vorum náttúrulega búin að klæða okkur pínu upp og eitthvað svona og reyna að gera okkur sætari. Já. Sætari, tókst eftir þessu? Já, sætari. Já. En það var spurt hvaða filter við værum með á þessar Já, ljósmyndir. já, nákvæmlega. Og við náttúrulega tókum sjálfi á okkur Já. og við bara, flott mynd! Og þá sagði þeim, þið er alltaf svo ánægð með ykkur, við bara, já! Og út frá þessari mynd litiðu við þessar mínihespur
Og þessi litasería heitir The Brand. Það erum við. En svo var þetta kveikjan að fullt af nýjum litum, þannig að þeir eiga allir sitt nafn. Já. Þetta til dæmis vorkoma, láteða, Láskía. eitthvað. Svo man ég ekki alveg hvað þessi brúnu allir heita. En þeir fengu allir nafn. Og þetta mínisett var til dæmis fullkomið í lúnu peysunina Sunnumarju. Þú getur valið grunnlit og svo er þetta í rendunar. Já. Ég til dæmis eiginlega alveg hætt að ganga í gráu. Ég gekk rosa mikið í gráu einu sinni af því mér fannst það passa svo vel við rauðalitinn minn. Já. Svo fór ég aðeins að grána sjálf. Já. En ég held að ég myndi vilja steingrátt með þessu af því að þá ertu bara komin út í grjótið og náttúruna og eða þá einhvern ljósan svona natúrlit. Eða það. Eitthvað sem það verður samt að vera smá kontrast við þetta. Það verður að vera það, já. Ég reyndi að segja alveg kóngablá. Já, en þú veist það er ekki góð lit fyrir mig. Nei. En, já. Þannig að við eigum nokkur sett eftir af The Brand. Og svo eigum við eitt sett í stóri bíði. Já. Og það er bara eitt eftir. Já, og þið sem eruð að fara að lita fyrir Stephen West til að mæta með á prjónagleðinni. Já. Hversu fullkomið væri þetta? Þetta er bara íslensk náttúra bara. Já. Bara vetur og haust og sumar og allt bara. Já. Þannig að við eigum eitt svona sett til The Brand. Yes. Já. Það er komið páskar. Já, heyrðu. Og við erum komið fullt af þessu í viðbót. Já, fleiri litir í frá Enroom. Silkinu, sari silkið. Já. Þetta er svo skemmtilegt. Það var bara hægt að setja þetta í skál, það komið páskaskraut. Já. En gluggarnir eru ansi góður hjá þér núna. Æ, takk fyrir skan. Páskaglugginn, hann er geggjaður. Sko, þó þið vinnið enga handavinnu og þá sannlega heyrið þetta ekki. En látið þið orðið ganga að bara það að koma að skoða gluggana hérna er bara þess virði að gera sér ferð hingað. Það verður opið hérna laugardaginn í páskahelginni. Við vorum eitthvað að gæla við að hafa kannski opið á skírdag. Það er alveg ennþá smá opið. Já. Við ætlum aðeins að hugsa þetta. Já. Myndið þið koma á skírdag í gatningangi ef það væri opið? Svona laugardags opnunartími. 11:03. Já, láta okkur vita. Já. Aldrei að Við vita. gerum okkar besta. Aldrei að vita hvað við Ég gerum. veit að sumir eru bara að koma annars staðar af á landinu og bara langar að kíkja. Kannski fara í páskafrí eða eitthvað. Já. Og þá var leiðilegt að missa því að ákomst hingað. Já, þá er líka hægt að dreifa aðeins álæginu á laugardaginn af því að við vitum alveg hvernig þetta er. Já. Það getur verið ansið tróðið. Já. En við verðum alveg 3 líklegast hérna á laugardaginum. Já. Ég treysti ykkur. Íris er að fara til heimsækja pappa sinn í Noregi. Og kúsa pappa sinn. Já, það verður svo gott. Með stelpunum mínum. Já, það verður bara dásalegt. Já. Þannig að við hinnar gerum okkur besta hérna að halda boltanum á lofti. Það er nú ekki auðvelt að fara í sporðinu og Írisar. Ég segðu það. En það er svo stórum skó. Ég veit það. Þess vegna þarf sko nokkrar til að kófira þig. Já. Það er bara eins og það er. Já. Þið veitir hvernig þetta er með duglegar konur sem vinna hjá fyrirtækjum. Ég veit eitt dæmi þar sem kona þurfti að fara í veikindaleyfi og ég held að þurfti 3 karlmenn, það var ekki. Var ekki þú? Nei. Það sem þurfti 3 karlmenn til að leysa hennar starf. Já, til að fara í störfin hennar. Já. Það var ekki hægt að bjóða einum að fara í allt það sem hún var að gera. Nei. En það þess vegna kannski algengara konur brennir pínu út. Það eru bara rót duglegar. Ég nefnilega, sko. En karlmenn geta sjálfsögðu brennir út líka. Og ég ætla aðeins að hafa orð á einu af því að það er alltaf verið að tala um að konur séu með marga bolta í einu og multitaski og svona. Vá, hvað ég nenni því ekki. Nei, ég veit það. Við erum samt að halda svolítið mörgum boltum á lofti. Já. En það eru stundum pínu bugaðar. Já. En það sem heldur þessu gangandi er gaman. Er gleðin. Og við 2. Og fólk sem að sinna handavinnu er sjúklega heppið. Ég veit það. Það er bara svoleiðis. Já. Og þegar maður búinn að missa spenninginn
sem fylgir því að þukla á gatni og velja uppskrift og fitja upp á nýju og skoða liti, þá þarf maður að draga sig hans tilbaka og endurskoða líf sitt og finna gleðin aftur. Já! Af því þetta er að skemmtilegasta. Já, algjörlega. Já. Og þetta er ekki eitthvað svona sem fyllir eitthvað tómarum. Þetta er svona endalaus næring. Já. Þú ert að skapa, þú ert að hugsa, þú ert að blanda saman litum, þú ert að spá og spekulera. Þetta er ekki instant. Nei, og það skemmtilegasta við ofta prjóna er að þú veist, maður tekur verkefni sitt, svo stoppar maður, fyrir að strjúka gatninu, skoða litina og bara, það er æði. Þetta er svo gaman. Og þetta á við hvort sem þú ert að prjóna eða hekla eða sauma út eða vefa, sauma, spinna, bara nýta. Allt sem að snýra því að búa eitthvað til. Já, þetta er bara mála, bara smíða. Ekki eitthvað fleira. Mér langar samt í smíðaverkstæði heima. Já, ég er ekki hissa. Alltaf þegar ég sé auglýsta svona skúra til sölu, þá hugsa ég allt í því. Ég vandi öll þurfti í svona vinnstof. Já. En, gott í dag. Yes. Við blöðrum svo mikið í byrjunna hérna. Sástu ég var að ná til erlendu áhörundarna, ég segi yes. Yes, já. Are you planning to record another one in English soon? Yeah, soon. Yes. But we haven't had the time. No. Busy ladies. Busy. Busy bougie. Busy bougie. Heyrðu, takk í dag. Við erum farin að rugla. Já. Sjáumst. Bye. Bye.